Ég ætla að fara í áframhaldandi dæmi. Við ætlum að klára sem sagt fyrsta hlutan í dæmunum í 19. kaflanum og af því að við þurfum að rifja upp þessa vægiskúrfu fyrir næsta próf, að setja inn málvægi viðkomandi mótors og ræsivægi, reikna það út og hámarksvægi. Við þurfum að muna eftir því eftir páska. Við vorum að skoða þessi dæmi síðast að reikna út hérna snúningsvægi við þetta á þessum 15 kW mótor og við vorum að spá í ræsistraum meðalstórs skafningsmótors með málstraum og ræsistraumurinn hann verður 6 til 7-faldur málstraum mótorsins. Hvað heitir þessi dæmi? Já. Þá tökum við næst spurningu 11. Það er spurt hérna hvenær er heppilegt að nota ID-ræsingu og þegar þarf að minnka ræsistraum, ef við erum með stóra mótora til dæmis, þá hérna þurfum við að lækka spennuna með einhverju móti. Það er hægt að gera það með 3 aðferðum. Það er að nota stjörnuþrýsræsingu, þá lækkum við spennuna. Það er að nota mjúkræsi, þá lækkum við spennuna. Og það er að nota spennisræsingu og þá lækkum við spennuna inn á mótorinn. Í öllum þessum tilfellum þá lækkum við spennuna inn á mótorinn. En hérna segir í þessu svari að með stjörnuþrýsræsingu þá er ræsistraumurinn lækkaður niður í 1/3 með það straum sem að tekur í beinni ræsingu við sem sagt þríhyrningstengingu. Og þá hérna skoðum við kannski upplýsingar frá Samorku og ég setti inn á efni á innu þennan hlekk hérna og líka þessa mynd úr þessu skjali þar sem tengist akkurat þessari spurningu. Þannig að hlekkurinn þá opnum við alla þessa umfjöllun allt mögulegt, en varðandi þetta atriði, tengingu hreyfla, að þá er sem sagt rafveiturnar, það er náttúrulega takmarka ákveðið svona truflun frá ræsingum og hér stendur að ræsing hreyfla má ekki valda truflandi spennufalli í kerfinu og þessi skilyrði er að jafnaði fullnægt ef ræsistraumur innfasa hreyfla fer ekki yfir 20 A og ræsistraumur þriggja-fasa hreyfla sem ræstir eru stöku sinnum fer ekki yfir 60 A. Þetta gæti átt við, til dæmis myndi 4 kW mótorinn sem við vorum að ræsa í verklega, hann myndi sennilega sleppa, hann fór upp í svona 58 A ef ég man rétt í beinni ræsingu. Þannig að hann rétt sleppur, en allir mótorar fyrir ofan 4 kW mótora, þeir fara yfir 60 A. Ok, en sé ræsistraumurinn ekki þekktur, þá skal gera ráð fyrir að hann verði 8-faldur málstraumur hreyfilsins. Það er bara til þess að vera alveg öruggir á því að ræsistraumurinn valdi ekki truflun á neti og að nota þá ræsiaðferðir sem að minnka þessa truflun. Nú, þegar er að ræða stærri hreyfla skal áður en tengingar hönnuð að leita samkomulags við dreifibeitu þær ráðstafanir sem að gera þarf. Gott sem að þarf að setja þá mjúkræsi eða einhverja aðra aðferð. Og síðan er hérna tíðarræsingar eða
breytileg straumtaka má ekki valda truflandi spennuflökti og séu ræsingar fleiri en ein á hverri klukkustund getur ræsistraumur samkvæmt þessum lið hérna 1 fyrir og undan getur verið og hár og truflanir geta orðið ef þryggjafasa hreyflar eru ræstir einu sinni eða oftar á hverri klukkustund og ræsistraumurinn er meiri en gefin er í töflu 6.6.2 og það er þessi tafla hérna sem sagt ef fjöldi ræsinga á klukkustund eru 10 sem sagt ef ræsistraumur 30 ampere þetta eru mörkin sem sagt og ef fjöldi ræsinga á klukkustund eru 4 og ræsistraumur er 40 ampere og ef er ein ræsing á klukkustund og ræsistraumurinn er 60 ampere þá þarf að sem sagt að gera ráðstafanir og ef þetta fer upp fyrir þessi mörk og sem sagt svo þarf aðtúa eitt að rafeindastýring mótors má ekki valda truflandi spennubjögun sem stýribúnaðurinn hann þarf að vera þannig að hann hafi jafnvægi á stýringu þannig að það sé eins í jákvæðum og neikvæðum hluta reiðspennunar og svo að þetta er í myndin sem ég setti inn á innuna sem að þið getið þá spáð í og hérna er svo hlekkur í tæknilega tengispíkilumála en þannig að þetta ætti nú að svara nokkurn veginn hvenær er heppilegt að nota ID-ræsingu þannig að þegar við erum með mótora sem að þryggjafasa mótora sem að eru á undir þessum 60 eða taki ekki meiri straum heldur en 60 ampere í ræsingunni og síðan næsta spurning 12 nefna dæmi þegar að ID-ræsing gengur ekki og það er það sem að ræsivægið það fellur í 1/3 af ræsivægi við beina ræsingu og þá er stjörnuþrýstingsræsing ónothæf nema að mótorinn sé lítið eða ekkert lestaður í ræsingu eða til þess mótorinn er meir en 50% lestaður í ræsingu þá er ekki hægt að stjörnuþrýstingsræsan og líka ef að spennumerking mótorsins ef við erum að spá í að setja upp einhvern ákveðin mótor sem hefur ákveðna spennumerkingu þá þurfum við að kanna hana spennumerkinguna ef að lægri spennumerking mótorsins er ekki svo sama kerfispennan netsins þá gengur þetta ekki til dæmis ef að 230/400 volta mótor er til staðar og kerfisspennan er 3x400 volta net þá gengur þetta ekki því að lægri spennumerkingin er 230 volt og þá myndi hann brenna í þríhyrningstengingunni þegar að 400 volta spennan kemur á hann í þríhyrningstengingunni og það kemur þá 400 volt á vöf sem að þola aðeins 230 volt þá eðlilega brennur bara mótorinn en ef við erum með kerfi sem er merkt þryggjafasa 400 volta kerfi þá verður lægri spennumerkingin að vera sama kerfispennan 400 volt og svo skástrik svo kemur hærri spenna 690 volt þetta verður að vera spennumerking mótorsins eldri gerðir af mótorum fyrir þessa spennu 380 volt sem var miklu algengari á árum áður þá voru þeir merktir 380/660 volt við erum að nota svona mótora við 400 volta kerfi þannig að þetta sleppur svona í flestum tilfellum en allavega nýrri mótorar eru yfirleitt með þessa merkingu 400/690 volt. Ok, nokkrar spurningar varðandi þetta, allt í góðu bara? Já.
þá höldum við áfram. Hér talað hérna, nefna 2 dæmi hraðastýringu skamstórsmótora. Í rauninni bara ein hraðastýring orðin eiginlega að ég tel í gangi í heiminum í dag. Þá erum við með sem sagt stýringu sem að byggir á PWM aðferðinni, eða sem sagt Pulse Width Modulation, og þá er þetta gert hérna. Það að afriðun á 3 fasa spennu eða einfasa, svona upp að einfasa afriðun mögulega upp að svona 4 kW mótor, og eftir það þá held ég þetta sé yfirleitt 3 fasa. Og þetta afriðið þess að við frá jafnspennu hérna, pluss uppi og mínus hérna niðri, eins og við sjáum merkingunni hérna, og svo erum við með þétta banka hérna á milli, og hér spóla L hérna til þess að draga úr snöggum straumbreytingum og líka til þess að verja netið hérna fyrir framan fyrir hárri tíðni, því að spóla mikið viðnám fyrir hárri tíðni. Þannig að þetta svona hátíðni sía, og eins getur verið sérstakir þéttar hérna sem að hleypa hárri tíðni eða skamhleypa hárri tíðni, sem ekki með mikið afl á þessar hárri tíðni, þannig að þéttarnir eru notaðir til að skamhleypa þá tíðni. En annars erum við að geyma smá orku hérna í þessum þéttum líka fyrir útgangsrásina hérna, og hér erum við með transistora sem eru ýmis bara MOSFET eða IGBT, sem sagt Insulated Gate Bipolar transistorar, sem að þola mikinn straum, og það hægt að slökkva og kveikja á þeim mjög hratt. Og eins og við sjáum hérna, það svona púlsar sem að byggja upp þessa bylgju, sinusbylgju, jákvæðir hérna og svo neikvæðir. Sem sagt að það fer bara eftir því hvernig við opnum hvaða transistor, og þá hérna verður til svona sinusbylgja, og þá það gert hérna allum 3 fösunum, þannig við endur byggjum 3 fasa spennu inn á mótorinn með mismunandi tíðni, og náttúrulega mismunandi spenna líka með í þessari aðferð, sem sagt Pulse Width Modulation. Þetta skoðum við líka betur fyrir síðasta prófið. Við skulum rétt líta á eina aðferð, sem sagt mjúkræsinguna. Hvernig fer hún fram? Hérna erum við með týristóra sem í hluti í kraftrásinni fyrir mótorinn. Í mjúkræsinum eru 6 týristórar yfirleitt. Það væri hægt að nota sleppa einum fasa, en yfirleitt þetta í öllum 3 fösunum. Þannig að þá erum við hérna með þessari mynd hérna, þá sjáum við, ef við erum með stórt opnunarhorn, þá notum við litla spennu inn á mótorinn, inn á hvern fasa. Hér bara 1 fasi sýndur, þannig að síðan í ræsingunni þá erum við alltaf að auka meira og meira spennuna inn á hvern fasa. Hérna til dæmis í miðjunni þá erum við að gefa 90 gráðu við 90 gráðnar hérna stýripúls inn á týristórana til þess að opna fyrir straum inn á vöfinn. Þannig að þá eru komnir með mótorinn af stað, og síðan eru við næstu því komin með alla spennuna inn á. Og svo væri hægt að hliðtengja seguróa alveg yfir alla þessa 3 fasa yfir týristórana til þess að gefa mótornum síðan algjörlega fulla spennu. Því það verður örlítið spennufall í týristórunum, því að þeir opna ekki alveg við 0 gráðunar. En allavega þetta aðferðin þegar við erum að tala mjúkræsing. Og þið sjáum hérna alveg greinlega, við erum að lækka spennuna
til þess að minnka ræsistrauminn. Það er aðferðin. Við lækkum spennuna, þannig minnkum við ræsistrauminn inn á mótorinn. Ok, þá förum við bara í næsta 14. dæmi. Hér segir 3 fasa skamhljómsmótor er merktur 220/380 volt, 3 kW, raunaflstuðullinn er 0,81. Spurt er hve mikið afl tekur hann frá 308 volta kerfi neti ef reiknað er með nýtninni 80%. Já, þá leysum við þetta svona. Passa okkur að við þurfum að leggja meira til svo að hann nái að skila af sér 3 kW. Þá þurfum við að það tekur hann 3750 watt af því að hann er með nýtnina 80%. Ok. Já, býðum við. Nei, það er ekki þetta sem ég ætla að gera. Þá er næsta dæmi, 15. 3 fasa skamhljómsmótor merktur 7,5 kW, 220/380 volt, 27 ampere, 15,6 ampere, raunaflstuðullinn 0,85. Hvernig á að tengja mótorinn við 220 volta reistraumsnet? Og þið sjáið sem sagt að lægri spennumerkingin er alltaf þríhyrningstengingin, þannig að það á sem sagt að þríhyrningstengja mótorinn. Þá erum við með þetta hérna, svona, og síðan hve mikið afl tekur hann við mállestun. Þá þurfum við að reikna það, sem sagt P-in, og út frá þessum straumi með 220 voltinn. Og þá markvöldum við þetta saman svona að það er rótin af 3, það er 3 fasa formúlan, sinnum spenna, sinnum straumur, sinnum raunaflstuðullinn. Og þetta hérna hefur dottið út. Síðan eigum við að reikna út nýtni mótorsins við fullt álag. Og þá er aflið út, það er 7500 watt og við deilum með aflinu inn 8745 watt sem við reiknaðum út áðan í B-liðnum. Hérna höfum við 3 fasa skamhljómsmótor, hann er tengdur 380 volta neti og tekur þá 11,7 ampere, aflstuðullinn 0,78 og nýtnin 85%. A-liður hve miklu afli skilar hann, þá notum við þessa formúlu hérna og þá er aflið út, það er aflið inn, sinnum nýtnin og við erum að reikna þetta út aflið inn. Rótin af 3, sinnum spenna, sinnum straumur, sinnum raunaflstuðullinn og þá eru það allar þessar tölur hérna og nýtnin er 84%, þá breytum við því í hlutfallstölu, sinnum 0,84 og þá fáum við að aflið út er 5 kW rúm. Og svo hve mikið afl tapast í mótornum, það er bara mismunurinn á aflinu inn og aflinu út. Þá
reiknum við það svona og þá það hérna að aflið inn 6006 watt og drögum aflið út frá og töpin eru þá 961 watt og hérna það átti að vera svona delta P. Þá það dæmi 17 og þar erum við með 18,5 kW þriggja-fasa skafningsmótor. Hann tekur 36 ampere frá 380 volt að neti. Nýtnin 90,5% við fulla lestun og við að reikna sýndaraflið sem hann tekur við mállestun. Þá notum við sýndaraflsformúluna, finnum spennuna og strauminn og margföldum með rótina 3. Hérna höfum við þá í B-lið að við erum að reikna út raunaflið sem hann tekur. Þá notum við nýtniformúluna. Við vitum sem sagt sko ef að hérna álagið vegna þess að raunaflið út gefið á mótornum 18,5 kW að þá höfum við upplýsingar það að nýtnin hún hérna 90,5% og þá getum við reiknað raunaflið sem hann tekur. Þá deilum við með nýtni hlutfallstölunni og fáum að raunaflið inn þá 20,442 kW. Og svo eigum við að reikna aflstöðu mótorsins af því að við vitum núna hvað hann tekur mikið og svo vitum við líka sýndaraflið. Það sem sagt P deilt með S og S-ið þá hérna undir deilingaverkinu hérna sem sagt U sinnum I sinnum rótina 3. Þetta sýndaraflið. Svo að þá erum við með það akkurat hér. Svona og þá við raunaflstöðulinn 0,863 og svo reiknum við hornið kósímísvista og fáum 30,3 gráður. Síðan eigum við að reikna launaflið sem hann tekur við mállestunina og þá gott að vera komið með fasveikið í gráðum 30,3 gráður og því að þá notum við formúluna fyrir launaflið fyrir Q. Þá það rótina 3 sinnum spenna sinnum straumur og sinnum sínusinn af horninu. Og það sem sagt 11,97 og svo einingin kilovolt ampere reaktív, litla r-ið. Muna eftir því að setja alltaf réttar einingar við þessar stærðir. Vött eða kilovat þessum þetta raunafl og kilovolt ampere ef þetta sýndarafl og svo framvegis. Nú förum við yfir í sleiturhringjamótor og það í rammasamlokinni að sleiturhringjamótorar þeir hafa undinn snúð og spólurnar á snúðunum þær tengjast út á ræsimóstöður í gegnum sleiturhringi. Þannig að teikningan
teikningin af þessu þá svona. Snúðvöfin sýnt hérna hægra megin í mótornum og svo sleiturhringirnir, þeir eru hérna, þessi hringir hér og kolin, þau eru táknuð hérna sem sagt, hér sýnt bara í staðinn fyrir kol og mótstöðunar, ræsimótstöðunar, ég sé það hérna, í hverjum fasa eru ræsimótstöður og svo það að stilla hérna sýnt að það eru stiltar í það bil miðju hérna en við byrjum náttúrulega ræsinguna með allt viðnámið til að hérna eða bara óendanlega stórt viðnám, þannig að þá mótorinn stopp, þá engin straumur í snúðnum og síðan setjum við mesta viðnámið, þá byrjar mótorinn aðeins að snúast og svo kolli þá hérna færa snúðurinn meiri straum og mótorinn ræsist og hér höfum við líka ræsikurvuna, við höfum tiltölulega jafnt vægi allan ræsiferilinn á þessum mótor og straumtakan líka tiltölulega jöfn. Það svona kosturinn við þessa ræsingu á svona mótor og þeir hafa verið notaðir í byggingakrönum. Það nú sjálfsagt að taka við hraðastýrðir mótorar og svo þeir náttúrulega líka með segulbremsum þannig að það geti stoppað og haldið upp í þungu átaki en sem sagt að þá í rauninni sátrið, það bara eins og í venjulegu mótor, þriggja-fasa sátur í þriggja-fasa mótor og en snúðurinn hann útbúinn svona og það var sem sagt svarið við þessari spurningu hérna. Sjá hvar vorum við með þetta og þá sem það við höfum að lýsa stuttlega byggingu snúðsins í sleiturhringjamótornum. Það snúðurinn hann með undnum spólum líkt og sátrið sem sagt leiðararnir gætu verið þannig, það gætu verið sverari og kannski flatir í stærri mótorum og fjöldi sem sagt spólana í samræmi við pólana sem að myndast í sátrinu. Það eru jafn margir segulpólar í snúð og í sátri. Snúðpólarnir eða snúðspólurnar, þær eru stjörnutengdar. Lausuendaði þeirra tengjast sem sagt sleiturhringjunum og svo ræsimótstöðunar sem að tengist þar fyrir utan gegnum kol. Síðan nefna tvo kosti við mótstöðuræsingu sleiturhringjamótors og það tiltölulega jöfn straumtaka allar ræsiferilinn, það straumurinn hérna hægra megin og tiltölulega jafnt vægi allan ræsiferilinn, svo við sjá hérna vinstra megin hérna uppi og svo hefur að reikna stærð ræsimótstöðu fyrir sleiturhringjamótor sem hefur 139 volta spennu í kyrrstæðum snúð og 6,5 ampera málstraum í snúð og hér formúlan fyrir viðnámið og þá það spenna sem sagt merkt U2, þetta sem sagt spenna í kyrrstæða snúð sem sagt 139 voltin fara hérna og svo deilum við með rótina 3 og málstraumi snúðsins 6,5 amperum og þannig að viðnámið þá 12,35 ohm og síðan spurt hvernig þar mótor að vera merktur samkvæmt ESC staðli og þá erum við ekki lengur að fjalla endilega hérna þennan sleiturhringjamótor heldur, við erum komin aftur í bara venjulega skamfljótsmótora eða mótora almennt því að hérna verið að tala þéttleika sem sagt
IP-tölu og fyrri talan sem sagt þéttleiki rafbúnaðar eða mótors gagnvart ryki, fyrri talan. Seinni talan vatnsþéttleikinn og við höfum hérna töfluna, hérna ef við færum þetta aðeins neðar þá sjáum við hérna að IP56 fyrir óvarið dekk, göng í tvöföldu botni og dálkur rafvélar og IP56. Rafvélar, þá hérna, það þessi dálkur hérna, það þriðji hérna, grænni dálkurinn hérna, rafvélar og IP56, það óvarið dekk, það hérna, það sem að bendillinn núna hjá mér, neðarlega á skjánum. Að það óvarið dekk göng í tvöföldu botni, IP56. Það það sem að þarf að þola, eða vera skráður. Og þá það næsta spurning. Væntanlega eru þið með einhverjar upplýsingar sem sagt, þetta IP-flokkun, kannski að sé þetta áður líka. En þessi tafla var í bókunum, spurningin hvort hún ennþá þar. Þegar að við erum með mótor sem að í mjög heitu umhverfi, þá þurfum við að skoða þessa flokka sem að þeir eru framleiddir út frá og mjög algengur flokkur þessi F-flokkur. Þannig að hérna, það þá 155 gráða flokkurinn. En ef við erum með staði sem að getur komið fyrir mikill hiti, þá höfum við annan flokk sem að H-flokkur, þolir alveg 180 gráður. Þið sjáum hérna umhverfishitinn það miðað við 40 gráðnar og síðan hitaaukningin, hitareysið, 120 gráður á H-flokknum og svo öryggismörkin þar fyrir ofan líka 15 gráður í viðbót. Þannig að ef að við værum með dælu og 90 gráðu heita svartolíu, að þá myndi ég allavega að velja mótor sem að væri flokki H, 180 gráðu, til þess að vera viss að þola það umhverfi. En þolir ekki 115? Jú, hann gæti alveg sem sagt gengið, en svona til lengdar þá gæti þetta kannski verið svona á mörkunum. Ok, en hérna næsta 23. Hvaða regla yfirleitt notuð við stillingu yfirráðsvarnar fyrir ristasmótora? Og meginreglan sú að stilla yfirráðsvörnina á málstraum mótorsins. Og það finnum við náttúrulega á merkiskilti mótorsins. Og svo það ef við erum með stjörnuþrísræsingu þar sem að yfirráðsvörnin staðsett í fasastraumrásinni, þá þurfum við að stilla yfirráðsvörnina á málstrauminn deilt með rótina 3, eða á fasastrauminn. Þannig að mótorinn fá ekki of mikinn straum í of langan tíma. Ef að yfirráðsvörnin væri staðsett eins og í aðalstraumrásinni, kannski fyrir framan stjörnuþrísræsinguna, þá myndum við stilla á málstrauminn. En ef að yfirráðsvörnin staðsett í fasastraumnum, þá þurfum við að stilla hana á málstraum deilt með rótina 3. Það fasastraumurinn.
Síðan hérna, 24. Hvaða gerða af sjálfvörum og bræðvörum er nauðsynlegt að velja fyrir beinræsta ristaurantsmótora? Að það eru treg gerð bræðivara og síðan það er C-gerð sjálfvara. Og treg öryggi sem hafa lengri útleysitíma á straum við ræsistraumsgildi til dæmis. Þannig að þau hangi inni við, til dæmis í ræsingunni ef ræsingin tæki svolítinn tíma til dæmis. Ok, þetta var 24. Síðan er dæmi 25. Þar höfum við 4 póla mótor sem er 230 volt, 50 rið, skamhlaupsmótor, hann tekur 15 ampere við fulla lestun. Svo hefum við skrikun í tómgangi 0,5% og skrikunin er 4,5% við fullt álag. Afstöðullin raunafstöðullin er 0,82 og nýtnin 87%. Og það er voða gott að byrja á því að átta sig á að reikna út upplýsingar út frá því sem er gefið í dæminu, eins og við sjáum hérna 4 póla. Hann er þá 2 pólpara og þá finnum við út hvað er samfansa snúningshraðinn á þessum mótor. Þá hérna höfum við hérna formúluna NS saman sem tíðnin F sinnum 60 deilt með pólparafjöldanum og þá eru það 50 riða tíðnin sem 60 deilt með 2 pólpörum af því þetta er 4 póla mótor. Þá fáum við að snúningshraði hverfissegulsviðsins er 1500 snúningur á mínútu. Og svo getum við reiknað aflið inn vegna þess að spennan er gefin og straumurinn er gefin og raunafstöðullinn. Þannig við reiknum raunafliðinn. Það er 220 volt sinnum 15 ampere sinnum rótina 3 og sinnum raunafstöðullinn 0,82. Og þá fáum við það að aflið inn er 4687 watt. Ok. Það er ýmislegt sem við getum reiknað út til þess að byrja að átta okkur á hvaða upplýsingar eru gefnar í dæminu og hvað getum við reiknað út. Og síðan hérna A-liðurinn, það er beðið að reikna snúningshraða í tómgangi. Vegna þess að skrikunin er gefin, þá getum við gert það. Og af því að við vorum svo fyrirhyggjusöm að reikna út samfansa snúningshraðann, fyrst hérna 1500 snúninga á mínútu, þá getum við reiknað út snúningshraðann í tómgangi fyrst hérna. Þá er hérna NS sinnum skrikun er rauninni formúlan og þá eru þetta hérna þá finnum við út hvað þetta eru margir hérna, snúningar á mínútu, þá finnum við skrikunina í snúningum á mínútu og N-ið er þá, eða snúningshraðinn er þá 1500 snúningar mínus 7,5 snúningar á mínútu og það er 1492,5 snúningar á mínútu. Og svo við fulla lestun, þá er skrikunin 4,5% og þá setjum við það inn hérna. Þá er það 67,5 snúningar á mínútu. Þá getum við reiknað út snúningshraðann sem er þá 1500 mínus 67,5 og það er 1432,5 snúningar á mínútu. Svo að reikna aflið út við fulla lestun, þá getum við notað nýtniformúluna vegna þess að við vorum að reikna hérna í byrjun aflið inn og nýtnin var gefin. Og
þá það sem við fengum hérna áðan 4687 watt sem aflið inn sinnum nýtnitalan 0,87, þetta var 87% hérna, þá var það sinnum 0,87 og við fáum hérna að aflið út þá 4078 watt. Svo hefur við að reikna snúningsvægi við fullt álag, sem þetta M-ið, og þá vitum við núna aflið út, þá getum við notað það tölu, 2 watt, í formúluna til þess að reikna snúningsvægið og þá setjum við 4078 watt sinnum 60 og deilum við með 2 sinnum pi sinnum snúningshraðan, litla n í snúningshraðan, 1432,5 snúningar á mínútu við fullt álag og þá fáum við 27,2 newtonmetra snúningsvægi við fullt álag. Það líka kallað málvægi mótorsins. Í dæmi 26 þá höfum við 3 fasa 8 póla skammstöðsmótor 400 kW. Þá sjáum við hérna strax, hann 4 pólpör af því hann 8 póla og spennan 380 volt, 50 riða tíðni. Við erum með strauminn hérna 770 ampere og raunaflsstuðulinn, cos V, 0,82 og skrikunin 0,93%. Já, hann rosalega stór þessi mótor. Þess vegna skrikunin svona lítil við fullt álag. Og við eigum að reikna snúningshraða, þá þetta líklega á málhraðin. Og við byrjum á því að finna hver samfasa snúningshraðin. Af því að það gefið þetta 8 póla skammstöðsmótor, þá hefur hann 4 pólpör og notum við formúluna hérna, tíðnin sinnum 60 deilt með pólparafjöldanum, 50 riða tíðni sem 60 deilt með 4 pólpörum gefur okkur 750 snúninga á mínútu og síðan var okkur sagt að skrikunin væri 0,93%, þannig að þá þurfum við að breyta því í hlutfallstölu í 0,0093 og þá sjáum við það að þetta eru 6,975 snúningar á mínútu og þá segjum við, ok, þetta 7 snúningar á mínútu og draugum við það frá 750 snúningum og fáum að við fullt álag þá snúningshraðinn 743 snúningar á mínútu. Og þá hérna í B-leið þá eigum við að reikna snúningsvægið af því að núna vitum við snúningshraðann, þá getum við gert það af því að aflið út gefið 400 kW þá setjum við hérna 400.000 fyrir P sinnum 60 deilt með 1000 pi sinnum snúningshraðinn við fullt álag 743 og þá fáum við 5141 newtonmetra og þá getum við reikna nýtni mótorsins en við vitum ekki aflið inn. Við þurfum að reikna það út fyrst. Þá notum við spennuna, við notum strauminn og rótina 3 og raunaflsstuðulinn til þess að finna það út. Spennan 380 volt, straumurinn 770 ampere, sinnum rótina 3 og sinnum raunaflsstuðullinn 0,82. Þá fáum við hérna 415,6 kW sem aflið inn.
Og þá finnum við nýtnina með því að segja aflið út sem var 400 kW deilt með 415,6 kW. Þá fáum við hérna 0,962 sem hlutfallstöluna og í prósentum þetta þá 96,2%. Þá höfum við skrúfu farþegaskips knúinn 1 megawatta þryggjafasa 24 póla skamhliðsmótor sem tengdur 60 riða 6 kV spennu. Afstöðullinn við fullulestun 0,88, nýtnin 90% og skrikunin 10%. Að reikna eftir stærðir við mállestun, það aflið inn á mótorinn. Nú höfum við nýtni töluna hérna, þannig að við getum reiknað það út frá aflinu út sem gefið hérna 1 megawatt. Þá segjum við hérna 1 megawatt deilt með 0,9 og þá fáum við hérna að aflið inn 1,11 megawatt. Það er svona aflið út deilt með nýtni hlutfallstölunni. Þá aflið inn komið, síðan að reikna út málstrauminn, því að þá þurfum við að hafa aflið inn og þá getum við deilt með spennunni, rótina 3 og raunafstöðlunum og þá aflið inn, það hérna 1111 kW deilt með spennunni sem 6000 volt og rótina 3 og raunafstöðlunum sem 0,88. Þá fáum við strauminn sem hann tekur 121,5 ampere við fulla lestun. Sýndaraflið þá markvöldu við saman spennu, straum og rótina 3. Af því að við erum búin að finna át strauminn, þá getum við fundið sýndaraflið. Þá að spennan, hún 6 kV, sinnum strauminn 121,5 sinnum rótina 3 og þá fáum við hérna 1262,6 kV ampere sýndarafl og af því að við vitum það og aflið inn, þá getum við reiknað út launaflið með Pýþagórasarreglu. Það mjög þægilegt. Þá setjum við sýndaraflið í annaðveldi í Pýþagórasarreglunni hérna, mínus raunaflið inn í annaðveldi og tökum svo rótina af því öllu saman. Við drögum frá raunaflið hérna inn í öðru veldi og þá fáum við launaflið, Q-ið, út úr því. Við erum búin að draka rótinu af því. Og þá fáum við rétt tæp 600 kV ampere reaktív eða 599,8 kV ampere reaktív launaflið. Og þá eigum við bara eftir að reikna át hérna snúningshraða, það næst, og að því að skrikunin var gefin það var hérna skrikunin 10% og þá fáum við hérna
reiknum fyrst út samfastarsnúningshraða hverju segulsviðs í þessum mótor og við erum með tíðnina, hún 60 rið og þá segjum við 60 sem 60 deilt með 12 pólpörum vegna þess að þetta var 24 póla mótor. Ok, 12 pólpör. Þannig að þá erum við með 300 snúninga á mínútu á hverju segulsviðinu og skrikunin sem sagt 0,1 og þá fáum við það eru 30 snúningar á mínútu. Þá það 300 sem sagt hraði hverju segulsviðsins mínus skrikunin í snúningum með mínútu mínus 30 snúningar og þá fáum við að hraðin 270 snúningar á mínútu. Það málhraðin í fulla lestum. Og þegar við höfum snúningshraðan, þá getum við líka reiknað út málvægi mótorsins. Og þá setjum við inn sem sagt aflið út, hérna, það var 1 megawatt, sinnum 60, deilt með 2 sinnum pi, sinnum snúningshraðin, 270 snúningar á mínútu. Og þá fáum við hérna litla 35.367,8 newtonmetra.